Komið sæl, velkomin á 258. fund sveitarstjórnar Dalabyggðar og afsakið þessa seinkun, smá tæknilega örðugleikar hérna. En fundurinn haldinn að venju í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. Byrjum á aðeins dagskrárliðum en hérna lagt til að máli númer 24.07.002 fjárhagsáætlun 2025 til 2028 verði bætt á dagskrá og verði dagskrárliður númer 7. Máli númer 24.09.018 samþykkt gæludýrahald í Dalabyggð verði bætt á dagskrá og verði dagskrárliður númer 8. Máli númer 25.06.006F fundagerð fræðslunefndar Dalabyggðar frá 143. fundi nefndarinnar verði bætt á dagskrá og verði dagskrárliður númer 10 og aðrir liðir færast til í samræmi við það. Einhver athugasemdir við þetta? Það skoðast þá samþykkt. En fyrsta mál á dagskrá ungmennaráð 24-25. Við erum hérna með ungmennaráði hjá okkur að hluta af því að minnsta og þessu sinni í gegnum fjarfundabúnað. Velkomin. Og ég bara byrja á að gefa Jóhanni Vigdísi orðið. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Oddviti aðri fundamenn, við í ungmennaráðinu höfum svo sem ekki náð að funda í svolítinn tíma. Bara út af bæði sumarfríi og hefur bara ekki náðst saman almennilega. En við skoðum forvarnastefnuna og ákveðum að hún var bara samþykkt án þess með engum athugasemdum. En okkur langaði samt að kannski koma með þá tillögu að við skildum vera með, í þessari forvarnastefnu bara þessi stefna, en það kannski ekki mikið verið að segja hvað verið að fara að gera öðruvísi en ef eitthvað kemur upp á. Þannig að við vorum að pæla að vera bara með tillögu að vera með, nota okkar fjármagn í það að vera með forvarnafyrirlestra, til dæmis bara eins og frá SÁA eða þetta heitir jafningjafræðsla. Síðan Píeta og Samfés og með alls konar flotta fyrirlestra. Lögreglan á Vesturlandi, Hugarafl og alls konar, það eru til fullt af fyrirlestrum og okkur langaði kannski bara að koma þessu inn í barnamenningarhátíðina sem á að vera núna í október og okkur langaði líka að vera með sameiginlegan fund fyrir bara ungmenni í Dalabyggð þar sem að þau geta miðlað sinni bara þekkingu, ekkert endilega með forvarnir heldur bara hvað þeim langar að sjá vera bætt í samfélaginu. Já, þetta var bara það sem ég hafði að segja. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jóhanna Vigdís. Hvernig við hafa þetta, ef að leyfa Munda að taka til máls og svo að leyfa sveitarstjórnarfulltrúum að, já, heyrðu, þá bara gef ég Guðmundi Sören orðið, gjörðu svo vel. Já, takk. Ég og önnur ungmenni viljum fá körfu á skólalóðina. Það þarf ekki að vera körfubolta völlur, það er bara ein karfa. Og það aukir þá vonandi með hreyfingu og bara útivilt, unglinga, sérstaklega 8., 9. og 10. sem að vera inni í einhverjum mínútum í skólanum. Og já, bara byggja liðsheild og já, það eiginlega bara allt líka á með. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Já, þannig að ég ætla bara að gefa orðið laus til sveitarstjórnarmanna. Einar, gjörðu svo vel. Oddviti, ágætu fundamenn og fulltrúar í ungmennaráði sem eru mættir. Bara þakka ykkur fyrir ykkar innlegg. Ég ef ég tala af reynslu þá held ég að það sé óbúslega gott að fá ykkar hugmyndir að þessu. Það við fullorðna fólki, við getum planað ýmislegt og eitthvað svona en á endanum ef það er verið að plana eitthvað fyrir ykkur, þá er langbest að þið stýrið kannski hugmyndavinnunni
þó að það sé síðan kannski njörfa niður af einhverjum peningum og öðru sem að við kannski þurfum aðeins að stjórnast í með ykkur. En það væri náttúrulega bara frábært ef þið síðan notið ykkar vettfang og samfélagsmiðl og annað til þess að reyna að örva krakkana þá í að mæta á svona viðburð þar sem að ykkar rödd mun náttúrulega væntanlega hljóma og þá koma kannski fleiri hugmyndir það sem hægt að gera. En bara takk fyrir ykkar framlag. Takk Einar. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá ætla ég bara að fá að taka, Bjarki gjör svo vel. Oddviti sveitarstjórn, ungmennaráð og aðrir tilheyrendur, takk kærlega fyrir þessi innlegg ykkar. Þau eru góð og við tökum þau áfram til skoðunar að sjálfsögðu og bæði varðandi uppsetningu á körfu og vonandi þá fleiri tækjum á skólalóðina sem svolítið hrá núna í ljósi aðstæðna eins og staðan allavega í augnablikinu, en vonandi getum við brugðist við þessu hratt og örugglega. Og síðan þessi hugmynd varðandi að tengja opinn fund við barnamenningarhátíð og annað slíkt. Við tökum það svo sannarlega til skoðunar. Ég vil líka vekja athygli á því að á heimasíðu Dagablaðar í gær var birt auglýsingum þar sem óskað eftir framboðum í ungmennaráðið, því nú þurfum við að kjósa 2 nýja fulltrúa fyrir miðjan september, þannig að það farið í loftið og ég vil hvetja ykkur líka til að hjálpa okkur við það að fá krakka til að gefa kost á sér í ungmennaráðið, því þó að þið kannski hafið ekki náð að funda oft, en þá hefur það samt skilað því að þið eru hér með þessar góðu ábendingar í dag og ég er viss það að ungmennaráðið skiptir okkur miklu máli samanber það sem að Einar var að nefna hér fyrr á fundinum og eins bara góðan fund sem við áttum fyrir rúmu ári síðan sem var í júní, eins og við reynda stemdum á þess ári, en það bara fór eins og það fór, en við erum allavega með þennan fund í dag, þannig að ég vissum það að við getum sameiginlega náð Dalabyggð fram veginn í málefnum ungmenna eins og í öðru. En takk fyrir. Takk Bjarki. Já, einhver fleiri sem vilja taka til máls áður en ég stel orðinu? Ég ætla þá að fá bara að þakka kærlega fyrir ykkar erindi. Mjög mikilvægt að fá ykkar sjónarmið inn í umræðuna og bara tek undir orð Einars og Bjarka að það svo mikilvægt að fá ykkar sjónarmið hvað þið viljið og hvað þið viljið sjá og ekki síst fyrir svona forvarnar fyrirlestra. Einmitt, við getum alveg reynt að finna eitthvað fyrirlestra sem kannski svo höfðu ekki til ykkar en það að fá ykkar input það mikilvægt og ég mun vinna með Bjarka í hvað við getum gert varðandi barnamenningarhátíðina í október, en mér líst mjög vel á að hafa stóran fund eða fund fyrir öll ungmenni í Dalabyggð og fá þeirra sjónarhorn. Við stemdum náttúrulega á það í vor en það varð ekki úr því, en vonandi á þessum vetri. Og frábært að fá tillögu með körfuna, það er rosalega gott að vita hvað unglingarnir vilja fá á skólalóðina. Það er minna fyrir ykkur og þó hún sé ansi hrá einnig líka núna, þá er mjög gott að fá svona ábendingar hvað elsta stigi vill fá á skólalóðina, bara frábært. Síðasta skipti, einhver sem vill taka til máls? Þá þakka ég ykkur bara kærlega fyrir og hlakka til áframhaldandi samstarfs og tek undir orð Bjarka að endilega hvetja ungmenni í kringum okkur og ykkur til að bjóða sig fram í ungmennaráð. Það skiptir máli að hafa öflugt fólk þar. Takk fyrir. Þá ætlum við að vinda okkur í dagskrárlið númer 2 sem 25.04.020 fjallskil 2025. Farið yfir þau gögn sem hafa skilað sér frá fjallskilanefndum og fundagerðir sem hafa skilað sér lagðir fram til afgreiðslu. Einhver sem vill ræða fjallskil, Þuríður, gjörðu svo vel. Oddviti og fundamenn, það hafa ekki, ef við hefur ekki skilað sér fundagerð frá fjallskilanefnd Laxárdals, þannig ég legg til að því verði vísað til byggðaráðs, næsta fundar sem í byrjun september. Annars þetta ekki skemmtilegasti tíminn að fara í gang hjá fólki og gögnin skiluðu svo fljótt og vel
annars fyrir utan þessa einu fundagerð. En ég vil ekki að segja fyrir að takk. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá legg ég fyrir fundin til samþykktar þau gögn sem hafa skilað sér, fundargerðir og fjallskilaseðlar, þeir sem eru samþykkið þeim gefið merki og það er samþykkt og svo legg ég fyrir fundin tillögu Þuríðar að fresta afgreiðslu Laxárdals þar sem fundargerð hefur ekki skilað sér til fresta því til, lýsa því á fund byggðarráðs, næsta fund. Þeir sem eru samþykkið því gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Þriðji dagskrárliður er frumvarp til laga almannavarnir og löggæslumál. Dalabyggð hefur nú skilað inn umsókn sinni almannavarnir. Í umsókn sveitarfélagsins er megin áhersla lögð á að vekja athygli á því að ekki er að ræða fasta viðveru lögreglu í víðfeðmu sveitarfélagi, né heldur er að ræða neina aðstöðu fyrir lögreglu í sveitarfélaginu. Í ljósi þessa er hér lögð fram eftirfarandi tillaga bókun. Ég ætla að biðja Bjark að koma að lesa hana. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Já, okkur hefur orðið tíðrætt stöðu löggæslumála hér í Dalabyggð og aðstöðu leysi, jafnframt löggæsluna sem snýr að þessu mikilvæga málaflokki og við höfum reynt að nota hvert tækifæri þar sem við höfum náð eyrum ráðamanna til að vekja athygli á þessari stöðu. Nú síðast á fundi sem við fulltrúar Dalabyggðar vorum ásamt öðrum fulltrúum sveitarstjórn á Vesturlandi með ríkisstjórn Íslands, þar sem við flöggum þessu málefni meðal annars, sömuleiðis á fundi sem starfsmenn og ráðuneytisstjóri og fjármálaráðherra áttu hér í Búðardal í síðustu viku. Og við gerum það jafnframt líka í ítarlegri umsögn Dalabyggðar frumvarpsdrög að breytingum á almannavarnalögum og sendum frá okkur ítarlega umsögn það mál, af því að löggæslumál eru náttúrulega almannavarnamál sömuleiðis. Þannig að hér ætla ég að lesa upp tillögu að bókun og ályktun sveitarstjórnar Dalabyggðar svohljóðandi. Í umfjöllunum fyrirliggjandi frumvarpsdrög vegna almannavarna segir að eitt meginmarkmið frumvarpsins sé að auka vægi fyrirbyggjandi aðgerða í þeim tilgangi að efla viðbúnað samfélagsins til þess að bregðast við áföllum. Unnt sé að draga verulega úr neikvæðum áhrifum óæskilegra atvika með því að auka áfallaþol samfélagsins og þar skipta fyrirbyggjandi aðgerðir sköpum. Enda er það markmið almannavarna að undirbúa, skipuleggja og gera ráðstafanir sem miða að því að koma í veg fyrir og takmarka eftir því sem unnt er að almenningur verði fyrir líkams- eða heilsutjóni eða umhverfi eða eignir verði fyrir tjóni, hvort sem það er af völdum náttúruhamfara, heilbrigðisvár, netöryggisógnar, hernaðaraðgerða eða af öðrum ástæðum. Í frumvarpsdrögum er áfallaþol skilgreint sem geta kerfis eða samfélags til að forðast, draga úr eða yfirstíga hættuástand með fyrirbyggjandi aðgerðum og viðbrögðum. Að sama skapi eru ómissandi innviðir skilgreindir sem kerfi, eignir, aðstaða, búnaður, net, mannvirki eða þjónusta sem er nauðsynleg til að tryggja grunnþarfir samfélagsins og samfélagi getur ekki verið án í sólarhringa eða lengur. Þeir geti verið í eigu eða forræði opinberra aðila eða einkaaðila. Þann 21. desember 2023 gaf ríkislögreglustjóri út skýrslu sem fjallar löggæslu í Dalabyggð. Í skýrslunni segir að byggð og landfræðilega forsendur í umdæmi lögreglustjórans á Vesturlandi kalli á staðsetningu lögreglustöðvar í Búðardal eða að Dalabyggð verði skilgreind sem sérstakt varðsvæði með eftirlit á sambærilegum tíma og lögreglustöð væri annars mönnuð. Dalabyggð er landfræðilega stórt sveitarfélag, það liggur á krossgötum þar sem megineðð þjóðvegakerfis til Vestfjarða liggur sveitarfélagið og þá má segja að jafnlangt sé til allra næstu þéttbýlisstaða eða sirka 80 km í Borgarnes, Stykkishólm, Hvammstanga, Hólmavík og að Reykhólum. Fram kemur í skýrslunni að markmiði löggæsluáætlunar viðbragðstíma og krafan að almenningur njóti eftir því sem hægt er sambærilegrar þjónustu og öryggis hvar sem er á landinu kalla á viðveru lögreglu í Dalabyggð. Það sé einnig liður í að öryggisstig í umdæminu sé ásættanlegt. Náttúruvár kalli einnig á að lögreglustöð sé til staðar í fámennum og landstórum byggðarlögum. Viðvera lögreglumanna á svæðinu sé liður í því að ná markmiðum lágmarks viðbragðstíma hvað varðar neyðarútköll og lágmarks öryggisstig. Það sé sama hvort rætt sé lögreglustöð eða sérstakt skipulagt varðsvæði, hvoru tveggja kalli á álíka fjölda lögreglumanna og þó sérstakt varðsvæði væri að ræða þyrfti lögreglan að hafa lágmarks aðstöðu á staðnum. Almenningur hefur þær væntingar til lögreglu að hún sé fljót á vettvang þegar fólk er í neyð.
Einnig að hún sinni fyrirbyggjandi löggæslu og ræki hlutverk sitt varðandi almannavarnir. Hvað varðar leit og björgun á landi og almannavarnir fer lögreglan með samhæfingarhlutverk viðbragða og oft reynir mjög á að lögreglan sé til staðar í dreifðum byggðum vegna margvíslegra ógna. Þannig að lágmarksmönnun að mati ríkislögreglustjóra í Dölum 4 til 9 lögreglumenn og krafa að til staðar sé aðstaða fyrir varðstofu, skýrslugerð, yfirheyrslur, starfsmannaaðstöðu, bílageymslu fyrir lögreglubifreiðar og fangaklefi til skammtíma vistunar. Í dag hefur lögreglan aðeins til umráða 9,8 fermetra skrifstofu í Búðardal og í Dalabyggð starfar 1 lögreglumaður í 50% starfi. Sveitarstjórn Dalabyggðar skorar hér með á dómsmálaráðherra og aðra þá sem fara með málefni lögreglu og almannavarna að beita sig fyrir fjölgun lögreglumanna í Dalabyggð og að uppbygging húsnæðis viðbragðsaðila fara af stað sem allra fyrst þannig að meðal annars lögreglu verði búin viðurandi starfsaðstaða í Dölum. Þannig hljóðar tillaga að bókun. Takk fyrir þetta, Bjarki. Hversu vilja ræða bókunina eða umsögn Dalabyggðar? Þá legg ég bókunina fyrir fundinn því sem eru samþykkir henni, gefur merki, og það er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 4, beiðni leyfi fyrir slitum húsnæðis sjálfseignarstofnunar. Fyrir liggur samþykki eða heimild til slita á Bakkahvamms HSES. Í því ljósi er lögð fram svohljóðandi tillaga. Sveitarstjórn samþykkir að hefja vinnu við slit á Bakkahvammi HSES í kjölfar samþykktar ráðherra. Sveitarstjóra er falið að útbúa viðauka í tengslu við fjárhagsleg áhrif vinnu við slit félagsins á Dalabyggð. Er að ræða eftirgjöf skuldar Bakkahvamms HSES við sveitarfélagið, áætlaðan kostnað við slit félagsins og meðferð stofnframlags sem ekki var yfirtekið af brák HSES. Einhver vill ræða þessa bókun? Svo virðist ekki vera aðaleggjandi fyrir fundinn, þeir sem eru samþykkir henni gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá förum við í dagskrárlið númer 5, Ólafsdalur, breyting á deiluskipulagi. Á 157. fundi umhverfis- og skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað og samþykkt. Skipulagsstofnun gerði 29. maí 2025 athugasemd við auglýsingu breytingarinnar í B-deild stjórnartíðinda þar sem byggingareitur bátaskýlis á Eyrunum lágu að hluta nær ströndinni en 50 metrar og uppfyllti því ekki ákvæði skipulagsreglugerðar lágmarksfjarlægð mannvirkja frá strönd. Brugðist hefur verið við athugasemdinni og byggingareiturinn minnkaður. Nefndin samþykkir breytinguna á staðsetningu bátaskýlis í kjölfar athugasemda skipulagsstofnunar. Er hér máli lagt fram til staðfestingar í sveitarstjórn. Einhver sem vill ræða þennan lið? Þá legg ég bókun umhverfis- og skipulagsnefndar fram til samþykkis, þeir sem eru samþykkir henni gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Svo er það dagskrárliður númer 6, beiðni framlengingu á stöðuleyfi fyrir vindmælingamastri. Á 157. fundi umhverfis- og skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað og samþykkt. Framlögð beiðni framlengingu á stöðuleyfi fyrir vindmælingamastri í landi Sjónýjarstaða frá Stormorku EHF sem viðbragð við eftirfarandi samþykkt umhverfis- og skipulagsnefndar á 154. fundi sínum sem haldinn var í mars síðastliðinn, en svohljóðandi var bókað á þeim fundi. Framlögð beiðni framlengingu á stöðuleyfi fyrir vindmælingamastri. Nefndin bendir á að rúm 2 ár eru frá því að síðast féll úr gildi framlenging á stöðuleyfi. Ljósbúnaður hefur ekki verið í lagi nema hluta þess tíma. Hætta getur skapast af ljóslausu mastri og nefndin telur að nauðsynlegt sé að fjarlægja þau hið fyrsta. Nefndin samþykkir því ekki áframhaldandi stöðu mastrana og beinir staðfestingu á því til sveitarstjórnar. Sveitarstjórn staðfesti þessa samþykkt umhverfis- og skipulagsnefndar á fundi sínum þann 25. mars síðastliðinn. Nefndin áréttar fyrri ákvörðun og hafnar erindinu. Hér er máli lagt fram til staðfestingar í sveitarstjórn. Einhver sem vill ræða þennan lið? Þá legg ég bókun umhverfis- og skipulagsnefndar fyrir fundinn og þeir sem eru samþykkir gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 7, fjárhagsáætlun 2025 til 2028. Frágenginni sala á félagsheimilinu Árblik samanber samþykki fulltrúa í byggðaráði í gegnum 12 póst og heimild til handa sveitarstjóra. Nýr eigandi er Welcome Hotels EHF. Söluverð er 38 milljónir króna. Einhver sem vill ræða þennan lið? Skúli, gjör svo vel.
Oddviti, góði fundarmenn, ég ætla bara að vera eins og fyrir daginn. Ég tek ekki afstöðu í þessu máli, þannig að ég sit hjá við afgreiðslu. Takk Skúli. Bjarki, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Bara til upplýsinga að þá í rauninni hefur þessi sala farið fram og hafði ég heimild samkvæmt samskiptum við byggðarráð í gegnum tölvupóst og var í rauninni búið að samþykkja það að fara í þetta söluferli af hálfu sveitarstjórnar fyrir árinu. Þannig að það sé sagt. En til upplýsinga vil ég einnig nefna að nýjir eigendur taka við eigninni þann 1. október næstkomandi. Núverandi rekstraraðili hefur eignina til umráða og reksturs þar þangað til og vonandi mun það ganga allt saman vel og það er greinilega verið blómlegt starf þar unnið á undanförnum árum og maður hefur séð trafíkina þar í sumar sem er ánægjulegt og vonandi gengur samstarf okkar hér í Dalabyggð vel við nýja eigendur sem að hyggjast samkvæmt mínum upplýsingum byggja þarna upp hostel og gistiaðstöð sem að taki þá til starfa mögulega næstkomandi vor eða sumar. Þannig að vildi bara nefna þetta hér til upplýsinga. Takk. Takk Bjarki. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá legg ég þetta fram til staðfestingar við sveitarstjórn. Þeir sem eru samþykkir sölunni gefið merki. Og það er samþykkt, ekki samhljóða, með 6 atkvæðum, 1 sat hjá. Ég þurfti að telja. Þá er þetta dagskrárliður númer 8, samþykkt gæludýrahald í Dalabyggð. Ekki hefur gengið að útbúa sameiginlega samþykkt gæludýrahald fyrir Vesturland. Hér er því lögð fram drög að samþykktum hunda- og kattahald og annað gæludýrahald í Dalabyggð til fyrri umræðu. Einhver sem vil ræða þessa samþykkt eða reglur? Skúli, gjörðu svo vel. Oddviti, góði fundarmenn, ég vil bara fagna þessari reglugerð. Ég held að hún sé bara löngu tímabær og við vonum að hún bara renni ljúflega í gegn og við förum að vinna eftir henni. Þannig að það er dýraeftirlitsmaðurinn okkar farin að hafa eitthvað að gera. Takk. Takk Skúli. Fleiri sem vil taka til máls? Þá legg ég samþykktina fyrir fundin í fyrri umræðu. Þeir sem eru samþykkir gefið merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er það fundargerðir til kynningar. Dagskrárliður númer 9, byggðar á Dalabyggðar, fundur 338. Hvað sem vil ræða þá fundargerð? Nei. Svo er það dagskrárliður númer 10, fræðslunefnd Dalabyggðar, fundur 143. Eitthvað sem vil ræða þá fundargerð? Mér langar bara að nefna þó að sé ekki auglýst dagskrá nú þegar hjá skátum eða björgunarsveit eða íþróttafélaginu Undra þá er samt margt í taktinunum og lítur allt út fyrir að vera mjög fjölbreytt starf sem verður í boði í haust, bara til fyrirmyndar. Ég langar bara að þakka félögum hérna á svæðinu til að standa fyrir svona öflugu starfi. Þá er það dagskrárliður númer 11, umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar, fundur 157, eitthvað sem ræði þá fundargerð. Svo er það fundargerðir fasteignafélagsins Hvamms 2025, eitthvað sem ræði þær fundargerðir. Nei. Þá er það mál til kynningar. Dagskrárliður númer 13, samstarfsyfirlýsing á milli Heilbrigðisstofnunar Vesturlands og SSVAF. Framlögð til kynningar, undirrituð samstarfslýsing á milli samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi og Heilbrigðisstofnunar Vesturlands. Eitthvað sem vil ræða þessa samstarfsyfirlýsingu? Bjarki, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Í mínum huga er það fagnaðarefni að þessi samstarfsyfirlýsing sé komin á og þetta er rauninni fyrsta slíka samstarfsyfirlýsingin sem er gerð á landinu, þar að segja landshlutasamtök og heilbrigðisstofnun á viðkomandi svæði gera með sér yfirlýsingu sem þessa. Við vitum það að víða hefur verið erfitt að manna fagstörf hér í landshlutanum og kannski hefur Snæfellsnesið orðið einna helst fyrir barðinu að á
bæði skorti á læknum og öðrum fagaðilum, hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum og öðrum slíku. Við í Dölum höfum verið aftur á móti lánsöm að hér hefur verið mikill stöðuleiki í starfsmannahaldi heilsugæslunnar og það birtist og hefur birst til þessa meðal annars í íbúakönnunum landshlutana þar sem að Dalabyggð og íbúar Dalabyggðar hafa verið að skora einna hæst á landsvísu en það aldrei á vísan að róa í þessum öfnum þannig að ég held að sé bara dýrmætt fyrir okkur hér í Dölum líka að vera aðili að þessari yfirlýsingu í gegnum þá landshlutasamtökin okkar þannig að þessi yfirlýsing mun verða aðgengileg með fundargerðinni í kjölfar fundar þannig að ég held að þetta sé jákvætt skref sem að þarna var stigið og til að mynda lýsti heilbrigðisráðherra yfir mikill ánægju með að þetta skref skyldi stigið þarna í síðustu viku. Takk. Takk Bjarki. Einar, gjörðu svo vel. Háttvirti ágætu fundamenn, sammála Bjarka með það sem hann var að segja en kannski taka einn vingil að því að snerti mig þar sem ég starfa kannski líka, ég starfa hjá HFV og eitt af því sem ég segir bara í inngangsorðunum þarna það er að laða til sín meiri mannauð og heilbrigðisfólk á stöðvarnar. Eitt af því sem það er nú gott ef þetta er strax komið í eyrun á heilbrigðisráðherra að það sem er kannski einn af þessum stöðum sem er pottur brotin er einmitt sjúkraflutningar á Vesturlandi. Nú þegar eru starfandi ótal manns, konur og karlmenn í þessum störfum en yfirleitt bara á bakvöktum. Þarna þyrfti eiginlega ekki að laða fólkið að, þyrfti einfaldlega bara að breyta skipulagi og fara eftir ýmsu sem hefur verið ákveðin, það er bara ekki tekist að fjármagna það frá ríkinu. Það er töluvert að þessu fólki væri alveg tilbúið að starfa við þetta sem hluti af sínu starfi en ekki bara á bakvöktum. Þetta er kannski bara svona einn lítill svona punktur í þessu en það er flott ef SSVAF er komið með okkur í þennan þrýsting sem þarf. Takk. Takk Einar. Fleiri sem vilja taka til máls? Nei, þá förum við bara í næsta dagskrárlið sem er skýrsla sveitarstjóra. Gjörðu svo vel Bjarki. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Já, það er allnokkuð síðan að sveitarstjórn hittist síðast á fundi eða þann 10. júní síðastliðinn og sem betur fer hefur eitt og annað drifið á daga mína og starfsmanna sveitarfélagsins og í rauninni bara í málefnum sveitarfélagsins á þessum tíma sem ræðir. Byggðarráð hefur haldið utan stjórnarmanna og fundað í sumar og klárað þau mál sem þurft að klára og er það vel og ég vil þakka byggðarráði fyrir í rauninni ákveðna aðlögun að því hvaða fundatími hentar hverju sinni út frá málefnum og verkefnum þannig að það er dýrmætt að hafa slíka stjórnsýslu eins og hér ræðir. Nú íbúafjöldi í Dalabyggð er nú 665 íbúar samkvæmt íbúasýn miðað við 2. ágúst síðastliðinn. Færri heldur en voru í byrjun júní en það helgast af tilflutningi vinnuafls sem kannski stoppar stutt við og vonandi fjölgar okkur núna aftur á seinni hluta ársins en við erum engu síður fleiri heldur en í upphafi árs. Nú þann 11. júní síðastliðinn á 31. afmælisdegi Dalabyggðar kom út 24 sinna sérblað sveitarfélagið sem hefur farið víða og vakið athygli og við fengið fyrirspurnir frá nágranna sveitarfélögum og víðar hvernig að því öllu var staðið. Blaðið var endað í 24 síðum en hefði getað verið helmingi lengra, það var á nógu að taka en vonandi gefur þetta blað mynd af því ánægjulega þeim mikla og ánægjulega krafti sem er í samfélaginu hér í Dölum. Nú það er ánægjulegt að sjá og vita að það er framkvæmdahugur víða í Dölum og ég vil nefna hér sérstaklega Vesturbrautina sem liggur hér í gegnum þorpið okkar, hún fer ekki varhluta af því. Ólís og OBE er búið að opna dæluplanið sitt og enn eftir að setja upp rafhleðslustöðvar og ganga frá lóðinni. Búið er að setja prýða Dalíu, glæsilegu veglistaverki. Sveitarfélagið hefur lagt sitt að mörkum með nýju þakjárni og Silfutúni sem núna er komið á og loks tókst okkur að hreinsa vel til á lóð áhaldahússins með
góðu samstarfi og núna í rauninni bara verið að byrja framkvæmdir við veginn hér í gegn það hefur verið að skipta ristalhlið hérna að vestanverðu og það verður malbikað síðan í kjölfarið. Þannig að það er ýmislegt að gerast og svo eru aðilar fattir að mála húsin við Vesturbraut og það er bara gleðilegt að sjá að þetta er svona að smita allt saman út frá sér. Nú talandi Vegagerðina þá barst Vegagerðinni langþráð tilkynningum viðbóta fjármagn til framkvæmda á árinu 2025 núna í byrjun júlí og við erum fann að sjá þess merki hér í Dölum strax. Ég nefndi hér malbik við innkomu í Búðardal beggja vegna. Búið er að leggja 1 kílómetr af bundnu slitlagi við Haukadals á milli Haukadalsár og Brautarholts. Kafli í Svínadal hefur verið tekinn og síðan er hérna byrjað á kaflanum við Gröf sem búin að vera afar slæmur og svo verða 2 kílómetra malbikaðir á Bröttubrekku þar sem blæðingar voru hvað vestar í vor. Einnig verður hluti fjármagns nýttur til að undirbúa og hanna styrkingu, breikkun og lagningu bundins slitlags á vegkaflanum milli Erpstað og Haukadalsár og stefnt að því að framkvæmdum á þeim kafla ljúki næsta sumar. Þannig að það er ýmislegt í pípunum hvað varðar vegamál en betur má duga skala því það er fullt af öðrum vegaköflum hér í Dölum sem að hafa vakið athygli bæði íbúa og þeirra sem þá keyra og til að mynda á fundi innviðaráðherra núna fyrir stuttu þá afhentum við honum minnisblað þar sem við röktum til að mynda þá stöðu sem uppi er á veginum í Hvammsveit varðandi innbreiðu brýrnar sem ekki er hægt að keyra yfir á framkvæmdatíma út af Öxultunga og hamlar til að mynda mögulegri uppbyggingu þar fyrir innan í sveitinni. Þannig að það er ýmsar birtingarmyndar á þeirri innviðaskuld sem er víða í Dölum. Nú fulltrúar Rarik mætti á fund Byggðarráðs í byrjun júlí þar sem kynnt voru áform fyrirtækisins endurnýjun hitaveituvegna í Búðardal, mjög tímabær framkvæmd sem að þar er að fara af stað og áætlaðar verkið kosta á bilinu 300–400 milljónir og taki 3–4 ár að óbreyttu að framkvæma. Mjög bagalegt að akkurat þegar að þetta er nýskið þessar fréttir að þá koma reikningar í heimabanka íbúa á svæðinu þar sem varð kerfisvilla og margfaldur hefðbundin sumarreikningur sem birtist íbúum og það er mjög bagalegt en Rarik sendi okkur tilkynningu í morgun og við settum á heimasíðu okkar frétt þess efnis að hér er kerfisvilla að ræða og það koma leiðbeiningar fram það hvernig íbúar þurfa að bregðast við í þessari tilkynningu á heimasíðu okkar. Þannig að þetta var mjög bagalegt í ljósi þessara ánægjulegu tíðinda í byrjun júlí að það ætti að fara að taka kerfið í gegn. Nú síðan eru nauðsynlegar úrbætur í gangi og viðgerðir í Dalabúð sem var ákveðið í sumar að loka tímabundið fyrir svona almenna útleigu og því verki miðar ágætlega en auðvitað erum við að leigja húsið út í undantekningartilvikum en ég er viss það að þessi andlitslyfting sem er að verða í anddyri og snyrtingum mun virka vel en við þurfum að huga að frekari endurbótum á félagsheimilinu okkar hér í Búðardal þannig að sómi sé af. Nú, ég ætla að ekki að fara yfir hvernig einasta liði þessari skýrslu minni, hún verður aðgengileg með fundagerðinni og hún er óvenju löng að þessu sinni að því að það hefur eins og ég sagði áðan eitt og annað drifið á dagana. Mér langar sérstaklega þó að nefna að við höfum verið og sett fréttir endurtekið í loftið á heimasíðu okkar og með hvatningu betri umgengni á grendarstöðum og síðastliðin 2 sumur höfum við verið í vandræðum með grendarstöðvar yfir í Saurbæ við Tjarnarlund en nú er það komið í lag. En nú er það í þetta sumarið er sú grendarstöð sem er að stríða okkur með varðandi umgengni og náttúrulega þá fuglalíf og annað í þeim dúr. Það er grendarstöðin við Staðarfell, þannig að hún hefur ítrekkað verið lítið hugguleg eftir helgar trafíkina, þannig að við höfum þurft að bregðast við með því með auka ferðum og tiltekt en ég vil hvetja okkur öll til að sýna þessum grendarstöðum virðingu og reyna að ganga sem best ef þessi er nokkur kostur og við hjálpumst að við að setja í ruslakörinn svo fremur sem þau sé ekki yfirfull, stútfull ef eitthvað liggur á jörðinni.
Nú, síðan vil ég segja frá því að við áttum fund með innviðaráðherra og það var vel mætt á fund innviðaráðherra í Borgarnesi af hálfu fulltrúa Dalabyggðar og þar sem við afhendum fyrirgreint minnisblað sem ég sagði hér frá. Nú, það ég vil minnast á það líka að við höfum fundað með umsjónarmanni girðingamála hjá Vegagerðinni á Vesturlandi, fulltrúa Dalabyggðar, og það fullt tilefni til að taka það samtal lengra við Vegagerðina. Því það nauðsynlegt að bæta úr hvað varðar girðingamál meðfram vegum í Dölum að því að magn sauðfjár á þjóðveginum hefur verið mikið þetta sumar og sem með tilheyrandi slysa hættu bæði fyrir fólk og fénað. Eins hefur lausagangur sauðfjár í sumar innan Búðardals verið allnokkur og það í raun óásættanlegt og við höfum fjallað það bæði á fundi Byggðarráðs í síðustu viku en náttúrulega á vettvangi okkar starfsmanna í allt sumar og hvernig við getum brugðist við og við settum bókun í síðustu fundagerð þar sem að við nefnum að við þurfum í sameiningu að sporna við því að búfénaður komist inn í þorpið en auðvitað ber okkur að hafa girðingar og annað í ásættulegu ástandi en síðan eru hlið hér við innkomuna í bæinn eða þorpið beggja vegna sem að einstakar sinnum eru skilin eftir opin, það gæti sjávarfalla og sauðféð búið að lesa í það hvernig hvað möguleikin liggja þannig að það er eitt og annað án þess að ég ætla að afsaka mig alveg í hel að þá er þetta verkefni sem verður áfram viðvarandi en 7.9.13 þorpið hefur verið sauðfjárlaust núna undanfarna viku en það geti breyst núna af því að ristahliðið er í viðgerð vestanmegin að þá er aðgengi sauðfjár mögulegt þar í gegnum opið hlið sem að notað sem hjáleið en við krossum fingur. Nú, Míla ætlar að halda áfram í september með lagningu ljósleiðara í Búðardal og er stefnan eftir þennan verkþátt að Búðardal verður allir komið með möguleika ljósleiðara tengingu í síðasta lagi lok október. Ástæðan fyrir því að þeir hafa ekki komið fyrir er í raun að þeir fengu ekki gistipláss í Dölum núna í sumar eins og þeir stemdu að koma hingað þannig að þau koma hingað til okkar upp úr miðjum september. Nú svo eru viðræður Dalabyggðar og Húnaþings vestra komnar formlega viðræður, komnar á fulla ferð og er vinna undirbúningsnefndar í fullum gangi og er stefnt að íbúafundum núna í haust þar sem að íbúar vonandi sem flestir koma að borði og taka þátt í þessu samtali það hvort við eigum að sameina þessi tvö ágætu sveitarfélög og að óbreyttu stefnt að íbúakosningu sameiningu í fyrrihluta desember. Nú, síðan vil ég segja frá því að útboð vegna úrgangsmála fer í loftið á morgun opinberlega en unnið hefur verið að undirbúningi þess hríð. Núverandi samningur rennur út í árslok 2025 en að höfðu samráði við ráðgjafa okkar sem og núverandi verktaka og samkvæmt samþykkt Byggðarráðs á síðasta fundi hefur verið ákveðið að fresta gildistöku nýs samnings verði til 1. apríl 2026 og hefur núverandi verktaki samþykkt að sjá verkið þangað til og eru ýmsar ástæður fyrir þessu og ekki síst sú að upphafstími samnings er að mati þeirra sem að koma henduri þegar komið er inn á árið í staðinn þess að hefja nýjan verksamning 1. janúar þar sem að í rauninni allra veðra er von og alls konar færð þannig að ef nýra aðili kemur að borði sem er ómögulegt að segja að þá allavega er hann ekki að byrja sína þjónustu hér há vetur allavega vonum við að verða aðeins vera vora í apríl. Þannig að þetta er það sem að mig langaði kannski helst að nefna í minni yfirferð. Eins og ég segði, ég fer hér á hundavaði yfir þessa skýrslu sem er aðgengileg með fundagerð. En að endingu vil ég í rauninni þakka öllum þeim sem hafa lagt á hönd á plóg í sumar og undanfarna vikur varðandi hátíðarhald, ýmiss konar og viðburði, leikjanámskeið hér fyrir ungmenni sem á Íþróttafélagið Undrið stóð fyrir, starfsmönnum vinnuskóla og umsjónarmanni hans og lengi mætti telja þannig að ég ætla að láta hér við setið en minna jafnframt á að það er nóg að vera næstu helgi hér í Dölum. Það er beint frá bíl í dag verður á Erpsstöðum og viðburður út á Staðarfelli þannig að það er nóg að vera í Dölum og bara áfram gakk Dalabyggð. Takk í bili en ég svara spurningum ef einhverjir eru að sjálfsögðu. Takk.
Takk fyrir þetta, Bjarki. Einhver sem vill spyrja Bjarka eða taka til máls? Svo virðist ekki vera. Þá dagskráin tæmd, þannig að við ætlum bara að ganga frá fundagerð og næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar verður 11. september kl. 16. Fundi slitið. Takk.